Hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn er þá með ykkur hérna á þessu dýrðarinn á mánudagskvöldi. Best afsökunar á þessu tæknilegu erfiðleikum. En nú ég komið með á línuna landsliðsþjálfara Íslands í kvenna, Freyr Alexandersson. Komdu sæll og blessaður höfðingi. Sæll og blessaður, gestur. Hvernig hefur það? Ég hef það bara mjög gott. Ertu ekki búin að sakna þess að heyra frá okkur á Suðurlandinu? Jó, það er alltaf gott að heyra í ykkur á Suðurlandinu. Ég saknaði þess að þegar ég var að keyra á milli Reykjavíkur og Laugavars fyrir nokkrum árum, þá hlustaði ég alltaf út af Suðurlandi að sjálfsögðu. Auðvitað. Það er ekki að spyrja því. Hvernig, nú ertu bara komið nýtt starf frá því við tölum við síðast, þú orðin bara landsliðsþjálfari. Já. Og hvernig leggst það í þig? Það leggst bara mjög vel í mig. Þetta er rosa spennandi verkefni framundan og umhverfið mjög heillandi. Já. Og fyrsti frumraunin er núna að fara að byrja? Já, ég líti nú svona á að frumraunin mín sé hafin, sem undirbúningur er náttúrulega gríðarlega mikilvægur og þannig að ég er mjög einbeittur í því sem við erum að gera núna. Já. En hvernig leggst svona þessi leikur í því sem fer fram núna í þessari viku? Hann leggst bara mjög vel í mig. Við erum vel undirbúin fyrst mér og ég fekk virkilega greinagóða skýrslu frá njósnaranum okkar, Elisabeth Gunnarsdóttir. Hún var á leiknum Sviss-Serbía á laugardaginn og hún sendi mér einhverja mögnuðustu skýrslu sem ég hef séð. Þannig að það svona passaði við það sem ég hef búin að sjá á þessum 3 leikjum sem ég hef búin að fá diska af. Þannig að þetta var virkilega gott að fá þessar upplýsingar í hendurnar, þannig að við eigum að vita allt andstæðingana. Já. Er Elisabeth svolítið segið þessu að njósna? Já, hún er mjög góð í þessu og hún er enda þannig típa, sko, hún er bara mjög góð í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Og hún gerir allt sem hún gerir hún mjög vel og það var engin undantekning þarna. Þetta voru einhverjum 28 blaðsíður af upplýsingum, ég held að það var ekki hægt. Nei. Og við mjög vel sett upp og ég er afar þakklátur fyrir að hún sé tilbúin að hjálpa mér á þessu leiti og allir þeir sem hafa komið að undirbúningi liðsins er ég mjög ánægður með. Og þú ert á væntanlega bara búin að liggja í öllum þessum pappírum? Já, ég reyndar er bara búin að loka því, núna veit ég allt andstæðingana og er bara að einbeita okkur að okkar leik og vinna með hópin. Ég náttúrulega bara fekk hópin í hendurnar á sunnudaginn. Það er gær og búið með 2 æfingar og 2 fundi, þannig að það er að nýta tíman vel. Já. Þetta er svolítið erfitt eða ekki að halda stúlku við nú náttúrulega kláraðist Pepsi-deild kvenna fyrir 2 vikum síðan. Já. Er ekki svolítið erfitt að halda þeim við mitt efnið af því að nú er þær sem er að spila í íslensku deildinni? Ég fann það ekki. Ég er með 6 leikmenn úr Stjörnunni og þær héldu áfram að æfa með sínu félagslið og það hjálpa okkur og þær kom allir í frábæru standi. Aðri leikmenn úr íslensku deildinni hugsaðu vel um sig og æfðu sjálfar þennan tíma og það líti allar bara mjög vel út og ég er meira áhyggjur af því fyrir Serbíuleikin sem er í loka október. Já. Þannig að ég er með einhverjar hugmyndir hvernig ég takla það en ég vil ekki eða orku í það núna. Nei. Og vil bara fókusera á Sviss og ætla að vinna þann leik. Já, sáleikur á 5. klukkan 6:30. Já. Og þú kallaði reynsluboltan Katrínu Jónsdóttur í landslið á ný? Já, ég vissi að hún var að spila ennþá í þrjusustandi og fannst engin ástæða til þess að hún ætti bara að vera heima í Svíþjóð og eitthvað að slaka á þegar hún gæti verið heima á Íslandi að spila. Já. Og við bara spilum saman og ég heyrði það strax á henni, hann langaði til þess að taka þátt í þessu verkefni en það var engin spurning þegar hún var búin að hugsa þetta í nokkra daga þá bara tók við slaginn og það munar minna að þessi reynslu og þennan karakter er erfitt að finna og ég tala nú ekki um að Sif Atladóttir er tæp á meðslum þannig að það hjálpar okkur mikið að Katrín verði með okkur í þessum leik. Já. Nú ertu náttúrulega búin að fylgjast mikið með Pepsi-deild kvenna og hvernig fannst þér eiginlega þetta sumarið? Þetta var nú bara svona svipað og ég átti vona og ég sagði nú við Gunnar Borgþórsson þjálfara Selfoss áður en hann fór inn í tímabila að ég setti press á hann að hann ætti að vinna Pepsi Max-deildina inn í Pepsi-deildinni sem þetta er bara þannig deildin tvískipt. Það er þarna topp 5 og svo topp lakari liðin sig og Selfoss tók það örugglega
Já. og vann hérna lagari partinn með miklum yfirburðum og sýndu hérna gríðarlega framfarir á einu ári. Ég var mjög hrifinn af þeirra leik framan af sérstaklega og það bara sést best á markatölunni hvað hún breytist af mörkum fengið á sig á milli ára og margir spennandi leikmenn í Selfossliðinu, Stjörnuliði, yfirburðarliði deildinni. Það er náttúrulega bara lygilegt hvernig Stjarnan vann deildina í sumar. Já, og bara frábært hjá þeim og virkilega vel samsett lið, vel þjálfað og leikmenn á góðum aldri. Það eru þarna þroskar, það eru búin að lenda mörgu veggjum á sinni leið á toppinn og eru bara búin að uppskera eins og það er á sáð og eru með frábært lið og frábær íþróttamenn í sínu liði. Valsliðið var mjög lélegt framan að fannst mér. Já. Og svo kom það sterkar inn og eftir að Dólína kom inn í liðið og svona kom eitthvað betri holning á þetta og þá voru þær næstbesta liðdeildinni fannst mér. Já. Þannig að vonbrigði með Blikana, Blikarnir með mjög svona stóran og samkeppnishæfan hóp en það er endi í 5. sæti og síðustu umferðinir á þeim voru mjög slakar. Nú verður gaman að fylgjast með, það er nú virkilega sterkur aldur hérna sem sýndi sig í sumar, stelpunir sem eru fættar árið 1995 og Já. Það verður gaman að fylgjast með þeim í framtíðinni. Já, það er hérna 95 og 94 stelpuna líka. Þetta er stelpur sem fóru í lokakeppni hérna Evrópumótsins undir 17 ára á sínum tíma og hérna þar er til dæmis Guðmundur Brynja inn í þeim hópi, leikmaður Selfoss og hérna fullt af öðrum góðum leikmönnum og ég er með 2 leikmenn í mínum hópi núna, Glódísi og Önnu Maríu sem tóku þátt í þessu verkefni. Þannig að það er ekki spurning, þetta eru framtíða leikmenn og 95 stelpunir eru ennþá gjaldgengar í undir 19 ára lið og þá þarf góð verkefni og halda fram að þroskast. Já. En þessi leikur núna á miðvikudaginn, fimmtudaginn klukkan 6:30. Já. Og þú vilt náttúrulega fá fulla stúku. Já, ég ætla að vera raunsær og ég veit að við fyllum ekki báða stúkunar en ég vona samt til þess að fá sem allra flesta og það verður hérna gott veður og 2 mjög góð lið þannig að fólk ætti að fá góðan fótboltaleik svona á fallegu haustkvöldi í Reykjavík en ég hvet alla til að koma og það er nú ein Suðurlandsmaður í hópnum hjá okkur allavega, Dagný Brynjarsdóttir. Já, og Hólmfríður Magnúsdóttir náttúrulega. Já, auðvitað og Fríða, ég tengir alltaf við Breiðholtið, hún var hérna eitthvað í Breiðholtinni í gamla dag. Já. Þannig að jú, þetta er hérna, það eru tengingar og ég vonast til þess að sjá bara sem flesta af Suðurlandinu, það er kraftur í fólkinu af Suðurlandinu og við þurfum á öllum kröftum að halda. Já, og það er stuðningur sem skiptir mjög miklu máli eða ekki og þetta er náttúrulega fyrsti leikurinn í undankeppninni og þá er náttúrulega að gera fjölmenn og sýna það að við verðum með ykkur alla leið. Já, það væri ómetanlegt að fá góðan stuðning og virkilega sterkt ef við myndum byrja á sigri, það myndi hjálpa okkur mikið. Þannig ég vonast til þess að Íslendingar komi á völlin og hérna njóti kvöldstundunar með okkur og við getum hvötu Jóns með stæl. Já, en þetta verður sem þetta alveg loka leikurinn hennar, Katrín Jónsdóttir. Já, þetta verður loka leikurinn hennar. Það er hérna markmiðið að kveðja hana með sigri á heimavelli og hún fái að setja skónu upp í hillu þegar hún spila sin síðasta leik með Umeå í Svíþjóð núna miðjan októbermánuð. Já. En þetta er hérna, en svona aðeins riðlið, þið eru með Danmörku, Ísrael, Möltu, Serbíu og Sviss og hverju eru svona helstu keppinautarnir? Það er klárlega Sviss og Danmörk. Þetta er Ísland, Sviss og Danmörk eru 3 sterkustu liðin í riðlinum og ég líti á þannig að öll þessi lið eru mjög áþekk. Danirnir eru tæknilega bestar og kannski með mestu breytina en þær voru að skipta þjálfara og það er svona ákveðin kynslóðskipti á þeim líka. Sviss er búið að gangi í gegnum það og þeirra liður orðið vel samsett og mjög sterkt, sérstaklega sóknarlega og svo er náttúrulega það ekki allir okkar lið og þessi lið eru öll mjög sterk og það verður haft barist þetta efsta sæti. Þeir Alexandersson, já. Að halda áfram? Já, sjá, bara hinn liðin, Serbía, Ísrael og Malta eru minni spámenn og það er mjög mikilvægt að við misstígum okkur ekki þeim leikjum. Þar verðum við að taka 6 stig úr hverju viðreikn á milli þessari liða. Freyr Alexandersson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel á næstkomandi. Fimmtudag klukkan 6:30, endilega drífa svo völlin og hægt að panta með á miði.is. Já, takk fyrir það kærlega og gangi ykkur vel. Sömuleiðis. Já, leiðis. Já, Freyr Alexandersson, mikill fagmaður hérna nýjasti landsliðsþjálfari okkar kvenna sem tók við núna Sigurður Ragnar Eyjólfssyni. Og þessi leikur verður á Laugardalsvellinum klukkan 6:30 næstkomandi fimmtudag
og það er að gera að skella sér á völlin klukkan 6:30 næstkomandi fimmtudag í dýrðarinnar veðri. Það er bara þannig. Fara ekki langt, við ætlum að fara í handboltan en Ólís-deildin er hafin og náttúrulega fyrstdeildin líka, en Ólís-deild kvenna, hún hófst núna helgina og við ætlum að heyra í Svavari Vignissyni, þjálfara IPVAF núna eftir smá stund, þannig að farið ekki langt, hlustuðu góðir. Sportið hérna með ykkur til klukkan 11 í kvöld. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.